Það var þannig að við tókum hér við búi 1990, 1. maí. Þá voru hér melflákar, stórir og miklir. Þar sem við erum hér, þar var malarnáma. Vegagerðin hafði tekið hér möl áratugum saman. Þannig að það var svo sem ekkert fallegt. En þá datt mér í hug að reyna að græða þetta upp og notaði til þess moð sem kom undan hérna súðþurrkunargrindunum í hlöðunni. Byrjaði á því. Síðan fór ég að nota sauðatað líka og jók svo við. Þetta fór hér út á melana hinum megin við þjóðveginn og fannst þetta dálítið vonlaust svona til að byrja með. En svo fór þetta fikt, það eiginlega var það að fíkn bara. Ég fór að sjá árangur og þá alltaf svo gaman. Og í dag þetta einhvers staðar á bilinu sjálfsagt 80-90 hektara sem eru orðnir grasivaxnir sem áður voru bara berir melar. En á þessari skógrækt byrjaði ég svo þegar ég var búinn að vera að keyra moð hér og skít í þó nokkur ár. Þetta rétt fyrir aldamótin sem að við byrjum. Ég veit ekki hvort ég má segja það sko að ég hafði verið beðinn það í þó nokkur ár að taka upp úr rótþróum í sveitarfélaginu, gamla Reykholtsdalshreppi. Það notaði ég hér á melinn og byrjaði á að planta í það. Og ég sé ekkert eftir því að það eru bara mjög þokkaleg tré sem að þar hafa komið upp. Ég held að séu komin niður hérna 34.000 plöntur. Lifunin hefur ekki verið kannski eins og maður hefði best óskað. En mér finnst þetta samt miklu fallegra heldur en það var. Það held ég bara mjög sniðugt að nota sauðatað og nota keðjudreifara til þess að mylja og planta svo bara beint ofan í það. Það annað líka sem ég nota bara í skógræktina og á landgræðsluna og það það sem ég tek upp úr biðplássum. Það svona 90% vatn og 10% skítur. Ef maður hrærir þetta upp þá drýpur það svo rosalega vel niður. Það sem ég hef út úr því, ég sé ekki að ég verði neitt ríkur á þessu sko. Aðalatriðið að sjá einhvern árangur af því sem maður að gera. Það bara það sem að gefa mér eitthvað svona í hjartastað ef svo má segja þá. Að sjá að þetta puð og þetta bjástur hafi orðið til einhvers. Þá er ég bara mjög ánægður.